ég í skýjunum en ég var að gera það langstærsta bókasamning sem hefur verið gerður á Íslandi og getur rétt ímyndað þér að hversu ánægður ég í dag. Egill mun alltaf vera bæði með innlegg í efni bókarinnar og hann hefur líka tryggt sér forsíðuna og baksíðuna, þannig að þetta verður bara mjög spennandi. Og núna bara það þannig, ég og Arnaldur erum í sérflokki með íslenska rithöfunda og ef ég flýg ekki inn í rithöfundasambandi núna og fer á heiðurslistamannalaun, þá verð ég geðveikur. Hann á erindi við þjóðina, þannig að það er bara frábært að fá tækifæri til þess að í fyrsta skipti hafa alvöru með höfund að símaskránni. Ég get alveg lofa ykkur þetta verður skemmtilegt og Egill verður alveg örugglega eini maðurinn í símaskránni með mynd af sér við skráninguna sína, þannig að þetta verður bara gaman. Ég efast ekki þetta verður í lagi. Símaskráin fyrir árið 2011 var frumsýnd hér í Smáralindinni í dag og óhætt er að segja að forsíðan hafi vakið nokkra athygli, en hún lítur út einhvern veginn svona. Heyrðu Egill, er þetta ekki í fyrsta skipti sem einhver bera framan á símaskráni? Jú, þetta er í fyrsta skipti. Og nú eigum við Íslendingar mikið af feitum krokkum, þetta er eiginlega bara heimsmetið í feitum krokkum og þau þurfa fyrirmyndir. Svona lítur enginn út. Nei, það er nefnilega málið og fólk er kannski að reyna að sækjast í eitthvað útlit sem er ómögulegt að ná. Og það er það sem er í raun og alvarlegt við þetta. Þú ert kannski að rembast við einhverju hluti sem er ómögulegt að komast í. Hann á erindi við þjóðina. Og ég er einhver 4-5% vitað eins og sérðu þarna framan á, þannig að mér langaði svona hreysti væri konseptið. Nú er komið í ljós að tölvutækni var beitt til að fegra líkama Egils, síðuspikk skorið af og vöðvar stækkaðir. Hann á erindi við þjóðina. Þurfti ekkert að pína þig úr ofan? Nei, það þurfti ekki að pína mig úr ofan. En það er við sama hvað þungun lóðum að lyftir. Það getur engin lítið út eins og Egill Einarsson á þessari mynd. Ekki einu sinni, hann sjálfur. Hann á erindi við þjóðina. Það segist ekki að hafa gert sér grein fyrir því hversu heilug símaskráin er hjá mörgu fólki þegar hann tók verkefnið að sér, en margir voru nokkuð ósáttir með aðkomu þess tikka. Það skráðu sig ykkur 700 manns á ykkur lista þarna. En það voru ykkur pappakassar frá Högni Hjaltalín sem er með rass í staði fyrir andlit og þetta lið mun fá kúk frá þeim tikka og svoleiðis er það. Hann á erindi við þjóðina. Cook me up some bacon and some beans and go out to the car and change the tire. Wash my socks and sew my old blue jeans. Come on, baby, you can fill my pipe and then go fetch my slippers and boil me up another pot of tea. Then put another log on the fire, babe, and come and tell me why you're leaving me. Now don't I let you wash the car on Sunday? Don't I warn you when you're getting fat? Ain't I gonna take you fishing with me someday? Well, a man can't love a woman more than that. Ain't I always nice to your kid sister? Don't I take her driving every night? So sit here at my feet, 'cause I like you when you're sweet, and you know it ain't feminine to fight. So put another log on the fire, cook me up some bacon and some beans, go out to the car and lift it up and change the tire, wash my socks and sew my old blue jeans. Come on, baby, you can fill my pipe and then go fetch my slippers and boil me up another pot of tea. Then put another log on
tell me why